í ljóðgjöfina á þennan fyrsta leik í play-offs fyrir Dómarsdeild kvenna. Við byrjum á að spila dómarleiks. Það Stefán Kristinsson, Anton Elí Einarsson og Gjörður Jóhannesson. Við byrjum að liði gestana frá Vestra. Númer 5, Sigrún Kamila Árnadóttir. Númer 6, Snæfríður Lilji Árnadóttir. Númer 9, Sara Emilí Newman. Númer 11, númer 10, Sædís Sigurðardóttir. Númer 11, Ívana Jónsson-Hóa. Númer 12, Arna Hrönn Ásgeirsdóttir. Númer 15, Linda María Kristjánsdóttir. Númer 16, Greta Hjartardóttir. Númer 17, Dagbjörg Ósk Jónsdóttir. Númer 19, Stefanía Silva Sigurðardóttir. Númer 21, Ólafía Janela Trafford. Númer 21, Eva Magnea Kristjánsdóttir. Þjálfara Vestra Pétur Már Sigurðsson og honum aðstoðar Ingibjörg Elín Magnúsdóttir. Þá byrjum við á heimiluna númer 4, Lovísa Birna Sæmundsdóttir. Númer 5, Helena Hrafnsdóttir. Númer 6, Vilborg Jónsdóttir. Númer 7, Eva María Lúðsdóttir. Númer 10, Guðríður Birna Jónsdóttir. Númer 11, Kára Sól Hildsdóttir. Númer 13, Anna Freyja Ásgeirsdóttir. Númer 14, Lára Ösp Ásgeirsdóttir. Númer 15, Krista Nóg Þorvaldsdóttir. Númer 19, Ása Hlöðversdóttir. Númer 21, Júlía Sigurðardóttir og Júlíu Chelsea Skógreinis og þjálfari verður Rúnar Ingi Einarsson og Lárus Sigurðsson. Komum á Ármann. Jæja, kæru áhorfendur, verið velkomin með okkur hérna í þessa útsendingu. Ég held ég hafi klúður á þessari leikmannakynningu nokkuð þægilega. En liðin allavega dó enginn úr hlátur, þannig að ég reikna alveg með þetta hafi bara verið fínt. En eins og komum fram áðan þá þetta fyrsti leikur í play-offsi. Og liðin þurfa bara að vinna 2 leiki til að komast áfram og við treystum því að Vestra-stelpur enduðu í 9. sæti en þar sem Fjölnir B má ekki fara í þetta play-offs þá mæta Njarðvíkingar Vestra sem hafa bara unnið 1 leik á þessu tímabili og ætti eftirleikurinn fyrir okkar stelpur að vera nokkuð þægilegur gennum þetta en eins og þá byrja allir leikir 0-0 og geta Vestra-stelpur strítt okkar stelpum eitthvað en við reiknum ekki með því að það verði eitthvað en dómarnir eru eins og ég sagði áðan Anton Elí Einarsson, Hjörleifur Ragnarsson og Stefán Kristinsson og nú fara þjálfarar liðanna yfir það síðasta með sínum stelpum áður en það senda til leiks og þá ætti þessi leikur að fara af stað nokkuð þægilega hérna og Njarðvíkingar hafa unnið alla leikina nema 1 og Vestra-stelpur tapa öllu leikinum með einum þannig að við reiknum ekki með því að þær eigi mikið möguleika hérna en eins og þá er alltaf miðið möguleiki hjá öllum þannig að við skulum alltaf að bíða og leyfa þessum leik að þróast eins og hann á að þróast
En þá eru vestastelpur komnar á völlinn og það eru númer 41 Hera Ólafía og svo er það Linda og mér sýnir Snæfríður líka. Nei, það er Greta og Linda en Njarðvíkurstelpur eru að byrja bara með svipuð lið og gert. Það er Þura, Helena, Chelsea og Vilborg og svo Lára með hérna. En já, ég segi bara góða skemmtun kæra áhorfendur og það er Lára og Hera sem fara upp og Hera nær frákastinu. En þá byrja Njarðvíkurstelpurinn að verjast framalega og eins og þá hafa stelpunir okkar sýnt að eiga fullt erindi í þessa Dominos-deild. En Chelsea byrjar á að stela boltanum og var næstum búinn að missa inn í fótinn á sér en náði að koma í veg fyrir það en þá fær Vilborg boltan og þá kemur Lára, Chelsea, Helena. Helena hefur verið að mínu mati einn af betri leikmönnum þessara keppna og hefur hún sýnt að hún er leikmaður á góðu kaliberi. Það kemur Vilborg, Lára, finnur Chelsea og boltanum á Þuru og fyrsta brotið, eða fyrsta villa vestastelpna. Þá kemur Vilborg, Chelsea, hún er á línunni og situr fyrsta skotið en það er ekki ofan í og vestastelpur fá boltan. En Linda er fyrsta villa vestastelpna og þá koma þær hérna og það fara bara í þrist og það er af og það er ná boltanum hér undir að fær villu að fær 2 vítaskot. Og þá er fyrra vítaskotið, það er stutt og það er af. Hera hittir ekki á fyrst og þá er góð færðin að hún getur gert aftur og þá fær hún vonandi. Og það er einnig, það er aðeins lengra en boltinn er Njarðvíkurstelpna, þannig að það kemur Vilborg en broti á Þuru og við sýnist Linda vera að fara að sína öðra villu. Hún lendir hérna ofan á Þuru og þetta verður ekki verið þægilegt. Þá kemur Þura, Chelsea, Vilborg. Hún finnur Helenu, Helena fer inn. Tekur snúningin og fyrst, nei, það leikur af og þá kemur Ólafía upp fyrir vestastelpna en það er smá spenna í loftinu hérna, mér finnst það og þá koma þær hérna inn og það er ná skoti og það er stutt og Lára nær frákastinu, Vilborg, Helena með henni og Vilborg kemur upp og reynir sendingu en það er villa sem Vilborg nær og hún fer á vítalínuna. Já. Og fyrsta vítaskot Vilborgar er off. Og annað vítaskot Helenu líka, nei Vilborg er líka off og Lára með frákast og Vilborg fær boltan aftur, finnur Helenu. Hún finnur fyrir henni á Þuru og það er henni að fiska ruðningin, það gengur ekki og Þura aftur með frákastið en svo er stólinn á boltinum en
og hleypur hann á Vilborgu en og hennar með hápressan í reglstelpuna hafa verið mjög góð. Og það er þakkað hennar skot og það er tíma klukkan rennur út og Helena með frákastið. Það kemur Vilborg, hvað gerir Vilborg? Finnur Chelsea og Chelsea skilar, nei, það er 2 vítaskot. Chelsea hefur verið mjög góð eftir áramót og fyrsta stigið er Chelsea en já, það er svo Vilborg hafis já, bæði eru ofan í hjá Chelsea og ég held að staðan sé 2-0 frekar en 3-0 saman geta laga það en þá koma Vestastelpur með skot og það er af og Lára og Helena berja sig á frákastið en boltinn endur hjá Chelsea og Lára fyrir þristin og það er af en Þura með frákastið kemur Vilborg Chelsea ætlar í þrist en hættir við og finnur Vilborgu og Vilborg já, setur boltan bara á milli og hann er fastur. En Logi fer þá, Logi Halldórs, starfsmaður hússins, skila boltanum ofan í. En Vesta, hann fær ekki neitt fyrir þetta, enda ekki skráður á skýrslu. Vilborg með innkastið og Þura, Helena, en Helena misti boltan. Og þristurinn það er af. Vilborg, hvað gerir Vilborg? Hún kemur hann upp og setur 2 stig á töfluna. (5-0) stendur hérna en ég en já, IR-stelpur unnið sinn fyrsta leik í sinni play-offsi á heimvelli í dag á móti Tindastól 80-66 og Ármann er að vinna Hamar Þór 62-57 og þjálfari Vestra hefur tekið leikhlé. En það er talað að Grindavík og IR muni berja af sér stelpunar okkar sæti í Dómnefndeildinni. En IR stelpur eru hingað til eina lið sem hefur náð að vinna okkar stelpur. Njarðvíkurstelpur unnu báða leikina móti Vestra. Nokkuð örugglega. En leikur 2 er á sunnudaginn klukkan 3 og ef allt er eðlilegt þá ætti Njarðvíkurstelpur að vinna þann leik. Að vinna báða þessa leiki og mér sýnist að Vesterberg að illa fyrir kallar, hann náttúrulega hendi spjaldinu sínu
niður og vestra stelpur byrja hérna og þá koma þær hérna upp. Ekkert í gangi. Og ég efast að stelpunir okkar reyna að pressa framalega eins og það er að gera en Vilborg fær villu hérna. Þá er það Þura, Helena og Vilborg sem eru komnar af villublaði en hjá vestra eru það Linda og Hera með sikkvara 2 villugar. Þá kemur og það er hún er skot, hún er Orvi en það er bara framlega hringinn og Vilborg með boltan og Vilborg keyrir hérna á fyrir Helena Þura, Vilborg Lára, Helena er tegin og setur 2 stig á töfluna. Þá koma okkar stelpur. Það fara í 3 stelpur og það er bara beint á Helenu sem er í baráttu við Stefaníu en Chelsea hérna upp hinum megin og setur 2 stig niður. Og þá Brynda Rúnar upp á nýjungum með að setja bæði Kristu og Kamilu inn á. Og það veikir liðið ekkert sérstaklega mikið og fyrstu stig vestra eru komin á töfluna. Og það var Snæfríður sem gerði það. Helena upp og setur niður 2 stig. Þá koma vestra stelpur upp 11-2 byrja stelpunir okkar þetta bara feiknar öryggi hérna. Og þar fara hérna að reyna að vopna þrýst en hún snýr sig við og er bara búin að koma sér í ógöngur og klukkan rennur út, geggjuð vörn hjá okkar stelpum. Hún reynir að taka snúninginn og þá eru það bara allar dekkar en Helena og Þura kom út af fyrir bæði Kristu og Kamilu og þá koma Vilborg, finnur Kamilu. Chelsea er með boltan og fyrir bara í skot og það er of stutt. Þá kemur Ólafía upp fyrir þær. Það er megast ekki mikið en Krista með auðvelt frákast sem hún tekur. Gerir Chelsea. Keyrir inn og með skot sem er stutt. Stelpur þar eru í bullandi vesinni en hún rær skot en það er á stutt og Kamila nær boltanum. Hún kemur Vilborg með Láru með sér og Lára. Það er eiginlega brotið á henni finnst mér en Lára, Kamila fyrir þristinn og það fyrir hringinn og af. Þura er skráðurinn af fyrir Njarðvíkurliðsins og það er nú bara, ég held að það sé ástæða fyrir því en Krista vinnur hennar bolt og sækir brot. Það verður Ása og Eva gerir sig klára að koma inn á en já, þetta var 5. villa vestra og Krista fyrir á línuna og Lára og Vilborg kom út af fyrir Ásu og Evu.
fyrra og hvaðan kemur Krista með sitt fyrra vítaskot. Og það ofan í hjá Kristu. Krista komin á blað. Og hún ekki að setja sinna víti niður. Koma þær og það farið þristinn og það af en það ná frákastinu og skila niður 2 stigum og það komnar í Njarðvíkurstefnur 12-4 yfir hérna. Það kemur Ása, Eva, Chelsea og Kamila. Kamila finnur Kristu, Krista með bakið í vegginn og setur skot og fær 2 vítaskot. Krista ekki sátt með sjálfa sig að hafa ekki sett það niður. Þá Krista með sitt fyrsta. Það ofan í 2 stig sem Krista hefur sett niður í þessum leik og eykur muninn 9 stig. Og já, annað sömuleiðis ofan í og hún komið með 3 stig. Þannig að pressa þær alveg innan í vítateig og þær fá opinn þrist og það af og Chelsea með þetta frákast og Kamila sillir upp. Og lætur Chelsea af boltan. Eva langur þrist og fyrir þrist og það af. Ekki svo ígjafnaflöðið detta niður. Og þá koma Versastelpur. Og það af hjá Versastelpur með þetta skot. Þá kemur Kamil upp. Og Krista fippar í þristin og það skrúfasnipur. Óheppin Krista en þá koma Versastelpur en Kamil fær villu. Og hjálpar Ólafíu upp. Þau ánum með þetta. Enda svo manneskja úr pjúra gratíni. Grjóthálu leikmaður. En það einu villu frá því að fara í bónus Versastelpur, þannig að þá fá þær koma en Ólafía hún fyrir þrist og ef Ólafía átti að dregið hennar vagn þá finnst mér þær ekkert vera neitt íkja og sending sem átti að fara að Krista en hún Snæfríður setur hendurnar í þetta og ég held að Rúnar Ingi við tekið leikhlé. Og meðan alltaf Rúnar Ingi að fara yfir þetta. Einar, ég verð að særa þig með vondum fréttum. Mr. Fernandes! Ég mætti í rétta búningum núna. En við erum að fá yfir. Nei, ég var ekki bara að hafa hana svona. Hún var fyrir aftan með hana en ég gerði það út af því að hún var svo mikið hérna ofan í öxlunum á mér. En ég passa á. Já. Það er 32 sekúndur eftir það sem fyrsta leikluta og Rúnar vildi örugglega bara fara yfir það með stelpunum sínum hvernig það ætla að ná kannski þrist eða eitthvað en þær hafa haldið Versastelpur niður í 4 stigum.
Hvað kemur Krista, hvað gerir Krista? Chelsea skot og það af og Krista með frákastið. Býður til Evu sem fippar í þristinn og það af. Ekki langt frá því að detta niður á Chelsea með skotið sem fer skrúfast upp úr. 10 sekúndur og það láta vantilega bara tíma að líða út og reyna að skora. En vel gert af Vestartum að halda þessu niður en skotið af og tíminn líður og staðan 14-4 fyrir Njarðvíkurstelpur fyrir leikhluta 2 og Stelpurnar hafa bara byrjað þetta vel og Helena og Chelsea eru með 4 stig og Vilborg og Ás og Krista með 3 stig og Snæfríður og Arna með 2 stig hvor fyrir Vestra. En ég kem aftur eftir mínútu. Ja, þá fer annar leikurinn í gang. Júlía Skifing komin inn á. Þá byrja Vestastelpurina. Þá koma Geirina Kamilu og það reyna að og sendingin beint í skólamarskiltið. Þá koma og stelpurnar okkar Krista Ása í þrist og það af. Þá koma næsta stelpurina og þristur. Það af en það ná frákastinu og ná öðru skotu og það ekki og Júlía með frákastu og Kamila kemur upp. Krista, Júlía í þrist og það skakt og fer framhjá. Og komum Vestastelpur upp með skot og það í og staðan þá 14-6. Þá kemur Krista, Kamila í þrist og Kamila lætur það niður. Þá Kamila komin á blað.
Það villa hérna á... Já, mér sýnist... Já, Kristur að koma út á fyrir Þuru. Kristur var mjög góð í þessu. Það á boltanum en það ekkert. Þá koma Vestastelpur. Sendingun út á Ívönu, en Ívana skrefar. Ása, Júlía, Eva, Þura, Kamila og þá Helena að gera sig klára að koma inn á. Júlía, Þura upp og setur niður skot og fær villu á Vestastelpuna og víta á auki. Það 19-6 og mér sýnist að Eva koma og Helena kemur inn á. Eva hefur verið mjög góða mínútur en verið nærri því að setja niður skot en það hefur ekki viljað niður. Og vítið Þuru af og Kamila Sól nær boltanum. Kamila með sendingu á Helenu. Helena finnur Júlíu sem finnir beint í þrist og það af. En Vestastelpur ná boltanum en hún gefur á Helenu sem fyrir upp og Helena var ekki sátt með þetta. Og snögg pressa stelpunum okkar en Vestastelpur leysa úr þessu. Þannig að senda þær í gegn en hún nær ekki að komast gennum varnarmúr okkar á stelpuna og þá kemur Helena. Dagbjörn full áköf. Kamila fær bolta frá Helenu. Helena beint inn í teig. Kamila í þrist og það af. Helena boltanum og fær villu. Og Kamila koma út af fyrir og Ása fyrir bæði Láru og Kamilu, sett Vilborg og Lára. Og þá fer Helena bara í þristin og það skoppar hringnum en Júlía með boltanum. Þá fær Vilborg boltan, Lára fer inn á Helenu, hvað gerir Helena? Skýst inn. Flott boltarhring af stelpunum okkar og Vestastelpur ná að spila góða vörn. Mér sýnir stelpunar allavega
Ja, frisør og Helena ekki að koma upp fyrir þetta. Ekki sendingin á Chelsea sem skilar 2 stigum. Það gefur hann 1 og hún að skila sig niður. Þetta ekki að fara neitt sérstaklega í hann Rúnar Inga sem kostar það hendur. Það gerir Vilborg fyrir upp og skilar niður. Nei, Þuran boltanum og brota henni og það beint ofan í. Þurri niður hann að Þurri komin í 5 stig 24-10 það flott tala vantar bara 9-4 og það með skoti en það veitleikinn og mér sýnist hún Angalinn að koma inn á og Vilborg skilar niður 26-10 og henni sendingin slæm á beint á Chelsea fær boltan á Vilborg og Vilborg aftur á Chelsea og skilar þessi niður og þá fær Pétur nóg af því sem í gangi tökur leikli 28-10 fyrir Njarðvík En svona okkar á milli þá til að fara yfir stöðuna þá Snæfríður, Arna, Greta, Dagbjört og Ólafía allar með 2 stig fyrir vestra og í Njarðvík Vilborg Þura með 5, Helena með 4, Kamara með 3, Krista með 3 og Chelsea með 8 stig og framlags okkar stelpna Það hafa ekki verið að hitta úr sínum skotum en leið að bera að hitta þá verða útlitið dögt fyrir gestina af vestan. Þá koma vestastelpur sendingun á teiginn og það skot sem af frákastinu. Það fær í þristun og það af og Chelsea, nei, vestastelpun á þessu.
Það er skot og það er niður. Hér að bæta sig í leikmennina með 2 stig. Nú er sýnist Rabbi verið að kæla á Láru Níð en þá er Helenu þrist og það er niður og hún er komið 7 stig. Helena gleymir sér og blokkar hana bara. Þarna var Vestastelpan tekin bara og étin. Og bolti sem Njarðvíkurstelpur eiga. Og skot á Chelsea á Helenu. Til Helena. Og Vilborg sem við beint í þrist og skilar því niður. 34-12. Og skot frá þeim en það er niður og Anna Lilja með frákast. Vilborg, Chelsea í skot. Það er af og Vilborg tekur boltan. Chelsea í þrist og það er af. Það er ákom Vestastelpur í þrist og það er af og Hera með frákast og Vestastelpur halda boltanum. Og Chelsea stelur þessu ein á móti körfunni og skilar þessu niður og kemur sér í 10 stig. En það missum bara boltan til Helenu. Helena 1 og skilar niður 2 stigum og er komin í 9 stig. Það er 38-12. Og með sniðskot sem gengur ekki. Chelsea með Vilborgu og Vilborg Þura með frákastið. Þura undir teginum, reynir að taka skot og nær þessu geggjuðu og kemur Anna Lilja, hún fyrir þrist og það er af og Vestramenn á frákastinu. Og Vilborg en staðan er 38-12 fyrir okkar stelpur og Þura kemur út af og Rúna Leifir Krista kominn. Frábær leikur hjá okkar stelpum. Í leiðar finna gírinn þá bara keyra þær yfir andstæðinginn. Þá koma þær hérna inn og missa boltan að Kristján næstum á stjálunum. Og dómar er búinn að fá sig fullsaddan af Pétri og gefur honum tæknivöldu. Og hann er ennþá að fara yfir hlutana með einum dómarunum. Meðan Chelsea fer á línuna og freistar þess að skora hérna sín 11. og 12. stig og fyrra vítið er beinustu leið. Jæja, hún fær bara hún fær bara eitt vítaskot og það var Vestastelpan átti innkastið en Chelsea fekk vítið út af tæknivillinu. Þá kom þær inn og það er skot og Njarðvíkurstelpur ná þessu
Chelsea basically bara rífur hann í boltan með sendingunni Önnu Lilju og Anna Lilja skilar þessu niður 29 stiga munur og Verstamenn geta bara farið heim í hálfleik og Eva býtur klauflega á sig en hún ekkert að missa svefninn við þessu. Chelsea grimm og það skila sér niður. Helena fer í þrist en staðan í hálfleik 41-14 og hafa stelpurnar okkar spilað þennan fyrri hálfleik af stakri snilld. En nú ætlum við að fá okkur smá kaffi ekki ég en þetta búið að vera mjög flottur leikur fyrir okkur í stelpunum og við vonum að Anna Lilja Lára sé ekki eitthvað meidd. Mér sýnist það á hennar af hennar svona ára að hún sé allavega ekki gangandi heilt skóðar. En við komum aftur í seinni hálfleik með meira skemmtun.
Jæja, þá er seinni hálfleikurinn að fara af stað. Stigahæsta stelpan okkar er Chelsea og fast að hæla hennar er Helena, svo Vilborg, Þura, Kamila, Krista og Anna. Chelsea með 11, Helena með 9, Vilborg 8, Þura með 5, Kamila og Krista með 3 og Anna Lilja með 2. En já, og svo er það að mér að ég held hún Lára Ösp virðist vera klár í slaginn. En já, byrjunarliðið seinni hálfleik er Ása, Helena, Kamila, Þura og Júlía. Mér sýnist að Lára vera nokkuð ganga heil til skógar. Júlía byrjar með boltan. Þá byrjar seinni hálfleikurinn og Júlía byrjar hérna með boltan. Og þá kemur Ása, Kamila og Kamila hættir við á þristinn og Helena fyrir þá í þristinn og það er af og Þura rífur niður frákastið og kemur boltan aftur á Helenu en þá er búið að dæma villu. Kemur Helena, finnur Júlíu, Ása, Helena, Kamila í þristinn og það er af og Vestastelpun á frákastinu. Og stelpunin á frákastinu og Kamila, Júlía fer í þristinn og það vill ekki niður en Helena nær frákastinu og með skot og fær 2 vítaskot. En Linda er eini í leikmannavellinum með 3 villur. Helena með fyrra vítaskotið sitt og það er af. Og annað vítaskotið er ekki niður en Júlía nær þessu. Helena kemur hérna. Hvað gerir Helena? Og hún fipar í þristinn og það er niður! Hún kvittar fyrir vítaklúður og komur 12 stig. Helena er gersamlega á eldi hérna. Og Vestastelpun fær í þrist og það er af. Og Kamila kemur henni upp. Helena. Og hún setur sín 14. sigur. Helena byrjar hennan leikluta á grjóthörðu play með 3-2 eftir að klúðra 2 vítaskotum og Ása fær villuna.
og fyrra vítaskotið off. Og fyrra niðri og þá koma stelpunar aftur. Og Ása með boltan, sendur út á Júlíu. Júlía kemur, Þura upp og setur niður. Það eru komnar með 33 stiga forystu. Og það gætu alltaf sent Unglingaflokkinn vestur. Og þá koma þær smá rið í byrjun en síðan liðið bara gjörsamlega búið að vera magna. Helena beint ofan í og hún komið með 16 stiga forskot og þá fær Pétur ná og tekur leikhlé. 50-15 segi ég og skrifa. Stelpunar eru gjörsamlega í einhverjum ham. Helena komið fleiri stig en allt versta liðið til samans og það segir sitt styrk liðsins. Til að fara yfir stöðunni í Eystrasalnum núna var Helena með 16 og lið vestra með 15, þannig að má eiginlega segja að Helena búin að gjörsamlega draga þennan vagn. En já, lifir leiklinum að klárast. Já, ég búinn að finna það. Ég basically að pæla að láta ræna mannunum. Einar. Helena kom með einu stigi meir en allt vestarliðið til samans. Jæja, þá byrjar leikurinn aftur. Og Kamilla býður og reynir að freista þess að stæla boltanum. Og koma þær að reyna þrist og það niðri. Og Kamilla ásaði þessu út og fær boltan. Júlía, Þura í skot og það niðri. Þessar stelpur eru náttúrulega bara rosalegar. En það getur enginn fallið úr þessari deild, þannig að þá komum þessar stelpur og sendingin var bara eitthvert og boltið sem Njarðvík á. Stelpunir hafa ekkert verið að slaka neitt á. Og Júlía bara með Kamilu með sér og sendir á hana. Hún sendir á Ásu, Kamilla, Ása, Júlía, Þura aftur með skot en það af og Helena fær boltan. Kamilla keyrir á og fyrir skot og það niðri. 54-18. Þvílík vörn stelpunar að spila og þær komið hérna upp. Þær eru að reyna að láta bolta ganga og með skot og það af og Helena nær boltanum og sendur á Kamilu. Og hérna skot og það af. Þura nær honum ekki en þá koma þær með skot og það af og Helena með frákastið. Kamilla með sendinguna.
Helena kemur, keyrir bara á þetta og fær 2 vítaskot. Helena búin að vera rosalega góð í þessum leik. Og fyrra... Nei, það er eiginlega bara skipta út 4 stelpum inná fyrir... Já, þá er Krista, Eva, Vilborg og Lovísa Bylgja komnar inn á og Helena er á vítalínunni. Og með að Helena er búin að taka vítaskotið sín þá fer hún út af fyrir Chelsea. En fyrra er ekki niðri. Vilborg gefur vingur sinni hughreysinga klapp en ef ég þekki Helenu rétt þá situr hún næsta við niður sem hún gerir og þá kemur Chelsea Nicole Jennings inn á fyrir hana. Helena er búin að vera rosaleg, hún er með 17 stig. Þá kom Vessastelpur. Þá kom það hérna inn og með sendingu en hún er frákastinu að Chelsea nær boltanum. Kemur Lovísa. Lovísa getur skorað, hún er rosalega góð skytta. Vilborg. Vilborg upp og setur þetta niður. 10. stigurinn hennar í kvöld. Og þetta er eiginlega bara orðið 57-18 fyrir okkar stelpur. Og þá komar hana upp og það er færið þrist og það er af þannig á frákastinu. En Eva gefur ekkert eftir. Vörnina þá. Það ná henni að 3 skoti. Þá kemur Eva, Vilborg, Chelsea, Lovísa og það er af. Ekki svo langt frá því að detta niður hjá henni Lovísu en sáu þetta er Chelsea nær boltanum. Hvað gerir Vilborgina með en fær villu. Hvað gerir Vilborg? Finnur Chelsea Vilborg og Vilborg upp og fær boltan en ekki villu sem ég held að myndi fá en ok. Vilborg vinnkastið. Lovísa með þrist. Það er af. Hún er frákastinu sjálf og skila niður 2 stigum. Lovísa Bylgja komin á blað. Og þá koma þær Ívana, Dagbjört og Linda, Ólafía og sendingin út og það þristur og það er af. Vilborg með frákastið. Hún Evu með sér. Eva með Chelsea og Chelsea fyrir þrist og situr hann niður. Og það eru komnar í 41 stigs fórustu. Það með skotið en stelpunir okkar eru bara töluvert grimmari og miklu áræðinari. Krista, Chelsea, Vilborg,
Krista kemur með sendinguna og þetta bolti sem Njarðvík á. Hún finnur Vilborgu, Vilborg býður og hún keyrir Chelsea á skilinu 5 stigum á rétt ára klukkan rennur út. Chelsea komið 16 stig. Og deildarmeistararnir eru bara að skila inn en að deildarmeistara. Og gefur Krista í skot og það af. Lovísa með frákastið. Vilborg, Eva, hún með skot og það af. Og það ná boltanum. Það með skot og það blokkað en það víst dæmt á það. Og fyrra vítaskotið off hjá Ívönu. Og hitt allar réttu leið 64-22. Lovísa, og hennar kemur Krista og hún setur niður sín 5. Chelsea næstum búinn að stela þessu bolta og það með skot og það ofan í. Og þá held ég að Vilborg reynir bara að draga klukkuna þannig að hún geti átt lokaskotið. 10 sekúndur klukkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og Chelsea skot og það beint ofan í 68-24. Og við getum bara basically pakkað niður og drífa okkur hérna 44 stiga forskot fyrir lokafjórðunginn. Komum aftur þetta smá. Það ekki bara að koma 4 í þetta sko. Ég vil fá að geta sofið eðlilega í nótt. Ég að kaupa þetta. Eitthvað. Við hjálpa þér yfir.
Þá koma leikmenn. Vestramenn koma inn að freista þess að bjarga andlitinu en þá Anna Lilja komin inn á með Helenu og þá koma þær inn að hvað gerir Helena? Sendir einn leikmann bara til Grindavíkur en nær ekki að setja hann niður. Þá kemur Helena bara aftur. Júlía og það er ofan í. 70-24. Það var orðið ljóst eftir. Helena stelur þessu og Helena upp og þetta fór undir hringinn og Helena veit það og það var ekki það sem hún ætlaði sér. Og henni er með skot og það er af. En Kamilla nær þessu. Þá kemur Helena, hvað gerir hún? Finnur Ásu. Hún fyrir þristun Anna en það nærði ekki en Kamilla nær þessu. Júlía, Helena upp og það er ekki niður. Henni á boltanum, vel gert. Helena nær honum aftur en nær ekki að halda honum inn á. Það koma. Kom yfir. Þá bíða Vesturselfir eftir að taka boltann inn. Koma hana upp. Og það reyna að koma hana út og með skot og það er beint í hendurnar Kamillu. Anna Lilja með henni. Hún nýtir Ásu, Ása fyrir þristun og það er af. Þá koma þær og hún stígur bara út af. Kamilla í þristinn og það er af. Koma Vesturselfur. Það eru alveg og það er bara skotið er það langt framhjá að þetta hefði eiginlega getað farið beint í loga. Kemur Kamilla upp. Kamilla, Helena er bara galopin, fær boltan en missir hann. Hún Anna Lilja með frákastið og þá kemur Kamilla, Júlía, Kamilla, Júlía, Ása, Kamilla og Anna Lilja opin en boltinn er Vestra-stelpna. Það er aðeins hægst á þessu hérna.
koma Vestastelpur. Þetta minnka muninn enn frekar sem þær gera ekki, en hvað gerir Helena núna? Kamilla fippar í þristin og það af. Og dribblar þessi basically löppinnar á sér, en koma Vestastelpur og hún með skot og það af og Helena með frákastið. Ása, Júlía í skot og það af og beint í hendurnar á Vestastelpum. Ármann komið 1-0, ÍR 1-0 og Stjarnan Grindavík á leiðinni í 1-0. Og Njarðvíkstelpur 1-0, þannig að heimaliðin með sigri í fyrstu umferðinni og þá kemur Ása, en hún skot henni framhjá, en Vestastelpur búin að minnka muninn 26-70. Þá gerir Rúnar 5 breytingar í liðinu sínu. Sem sagt Vilborg, Krista, Ása, Lovísa og Þura koma allar inn á. Koma þær upp og það minnka muninn enn frekar. 42 stig. Sendi Kristu var svolítið skökk, en það afskildi sér ekki öllu. Elósa hefur verið að koma inn með miklu krafti hérna. Koma þær. Þannig ég held að Chelsea sé basically bara komin í smá frí, en hann með skot og þennan á frákastinu og Þura nær boltanum. Vilborg með boltan núna. Þá kemur Eva, Krista, Lovísa. Hvað gerir Lovísa? Hún getur bara að fara í skot ef hún vill það. Vilborg með boltan. Vilborg kemur bara inn í teiginn. Sendir á Kristu, Þura, klukkan að renna út, þá fyrir Lovísa í skot og klukkan rennur út og skotið af á Vilborg nær frákastinu og bæta 14 sekúndur á klukkuna. Þá kemur Vilborg aftur, sendir á Lovísu hinum megin og það aftur af, eða eiginlega loftbolti, en Vestastelpurinn á boltanum í kjölfarið. Það í skot og það af. Þá kemur Vilborg og sendingin líka út af. Rúnar biður stelpuna sinna að klára þetta almennilega. Koma þær og það þessi þrist og það af.
Krista grípur það bara nánast auðveldlega. Eva, Vilborg, geggjaspil og boltinn nær ekki niður. Og Krista nær ekki að halda hann minna. Færir í löppinu svo út af en það kemur bara næst. Maður sendingin er léleg og Lovísa reynir að ræna sig en takk til næstum. Sendingin er slæm og Eva nær að pressa hana út fyrir og nær að vinna þannig boltan. Og ég var alveg til í að sjá stelpuna sitja alltaf niður nokkra körfur í viðbót. Vilborg kemur hérna og fer á það en það er bara varið. Komar hana upp og hún er með skot og það er niður 40 stiga munur. Vestafjörður á að skora síðustu 6 eða 8 stíðanina. Það gerir Krista, Eva. Þetta er önnur tæknifellan á bekkinn hjá Vestra. Þær hafa verið að láta þetta fara á taugarnar svo að þá kemur Eva bara eitt vítaskot og það er niðri. Og þetta er bolti sem Njarðvíkurstelpur eiga. Þá komar hérna Krista í þrist og Krista setur það niður. Krista með sín 8. stig í þessum leik. Þá komar hérna upp og hún er skot og það er stutt og það stutt af fyrir bara út af. Vilborg upp, Þura, Krista, Vilborg, nær sendinguna Kristu, Krista býður til Vilborg og Vilborg kemur, finnur Lovísu sem fyrir beint í þrist og það er niðri. Lovísa með sín 5. stig hennar, vel gerst. Það er búin að vinna munið sem Vestastelpur náðu að vinna upp. 47 stiga munur og eiga Stelpurnar maður mögulega að klára þetta með 50. Vel gert og Stelpurnar voru ekkert að koma sér í villuvandræði eða eitthvað. Það eru 5 menn með 2 villur og 3 með 1 og nánast flekklaus, gallalaus leikur hjá stelpunum okkar. Það kom hérna og skotið fram á hringinn og það getur Vilborg basically bara driplað út en gerir það ekki og Eva í þrist og Eva setur það ekki. Og ég held á að nei, það er ennþá hungur í Vilborg og hún reynir að reyna boltanum en náði þið ekki.
4-3 og það er ná að minnka munin. En klúður á boltanum og það er minnka munin ennþá frekar. Og leikurinn endar hérna 77-34 fyrir okkar stelpur. Þær eru búin á forystunni og leikur 2 er á Ísafirði á sunnudaginn. Og þar klára sennilega stelpunar okkar þetta einvígi. En ég þakka fyrir mig og við sjáumst í næsta heimaleik stelpunar okkar. Takk fyrir mig.